Og nú tekur við bein útsending með fréttamönnum Stöðvar 2 og Bylgjunnar. Gott kvöld og velkomin í 1923 daginn 1. ágúst. Við komum víða við í fréttum kvöldsins þar sem þetta ber hæst. Forseti Íslands segir að misskipting lífsins gæða geti klofið þjóðina í andstæðar sveitir. Mikið tjón var þegar eldur kviknaði í sal leiktækjafyrirtækisins Lasertag í Faxafeni í dag. Ingimundur Sigurpálsson, bæjarstjóri í Garðabæ, verður öllum líkindum næsti forstjóri Eimskips. Stærsta kjötiðnaðarfyrirtæki landsins Goði hf. Varð til í dag við sameiningu 5 fyrirtækja. Stærsti húsbíll sem sést hefur hér á landi kom til Reyðarfjarðar í gærkvöldi. Ferlíki 45 fermetrar að stærð. Og Fylkismenn sitja sem fastasta toppi Landsímadeildar karla en toppliðið úr Árbænum skoraði 5 mörk á heimavelli sínum í gærkvöldi. Í Íslandi í dag, kvörtunum rigndi yfir Skaftstofunni í dag eftir að fólk fékk álagningarseðlana í hendur. Það verður rigning allra nyrst í fyrramálið en annars hægari vindur og skýjað. Hiti 10 til 20 stig yfir daginn, hlýjast á Norðausturlandi. En við byrjum á máli dagsins. Við megum hvorki láta glímuna stundarhag né heldur þá misskiptingu lífsins gæða sem nú birtist okkur í vaxandi mæli, kljúfa þjóðina smátt og smátt í andstæðar sveitir. Þetta kom fram í innsetningaræðu forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, þegar hann tók við embætti forseta í dag til næstu 4 ára. Margrét Stefánsdóttir. Embættistakan hófst með helgistund í Dómkirkjunni í umsjá Karls Sigurbjörnssonar biskups Íslands. Á Austurvelli lék Lúðrasveit Reykjavíkur ættjarðarlög meðan gengið var að Alþingishúsinu. Í upphafi söng Gunnar Guðbjörnsson einsöngvari Sjá dagar koma eftir Davíð Stefánsson. Forseti Hæstaréttar lýsti forsetakjöri og útgáfu kjörbréfs og mælti fram drengskaparheit að stjórnarskránni sem forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, undirritaði. Þegar forseti Hæstaréttar hafði afhent forsetanum kjörbréfið ásamt árnaðaróskum, gekk forsetinn fram á svalir þinghússins með kjörbréfið í hendinni og minntist fósturjarðarinnar. Eftir það tóku viðstaddir undir ferfalt húrrahróp. Að þessu loknu hóf forsetinn ávarp sitt í þingsalnum. Með auðmýkt og þakklæti hef ég á ný axlað ábyrgð forseta Íslands. Þjóðin hefur sýnt mér mikinn trúnað og ég heiti því hér að helga heill Íslands öll mín verk og hugsun. Forseti Íslands minntist Guðrúnar Katrínar með fögrum orðum. Í gleði og andstreymi, á tímum fagnaðar og sorgar, hef ég fundið stuðning ykkar og velvilja. Og fyrir það vil ég þakka á þessum degi. Undanfarin ár hafa verið mér og fjölskyldu minni þrautatími vegna veikinda og andláts Guðrúnar Katrínar og við hefðum varla náð fótfestu á ný án hlýju ykkar og hjálpar. Minningin Guðrúnu Katrínu er okkur kærari en orð fá lýst og huggun sú virðing og þökk sem þjóðin sýnir. Lífssýn og heilræði Guðrúnar Katrínar munu fylgja okkur áfram á langri leið og aldrei mun gleymast hlutdeild hennar í kjöri mínu. Forsetinn sagði misskiptingu lífsins gæða birtast þjóðinni í vaxandi mæli. Við megum hvorki láta glímuna stundarhag né heldur þá misskiptingu lífsins gæða sem nú birtist okkur í vaxandi mæli kljúfa þjóðina smátt og smátt í andstæðar sveitir. Afskiptaleysi hag þeirra sem minna mega sín má hér aldrei ná yfirhönd. Því verðum við að huga vel að vaxandi hættum fátækt og bjargarleysi
einkum hjá þeim sem aldraðir eru kynslóðinni sem vann Íslandi allt sem hún gat. Forsetinn sagði jafnframt að íslenska þjóðin yrði að huga vel að þeim hættumerkjum sem víða sjást eigi Ísland að halda áfram að vera í fremstu röð þeirra sem búa æskufólkið vel úr garði. Skólaárið er hér styttra, árangur í alþjóðlegum samanburði oft lakari og framlög til mennta lægri en tíðkast með flestum samstarfsþjóðum. Hvernig getum við þá með sanngirni vænst þess að Ísland haldi áfram að skara fram úr þegar árin líða á nýrri öld? Og forsetinn lagði ennfremur áherslu á að sjálfsmynd Íslendinga og virðing muni í vaxandi mæli ráðast af hollustu við íslenska náttúru og sáttum nýtingu landgæðanna. Ingimundur Sigurpálsson bæjarstjóri í Garðabæ verður að öllum líkindum næsti forstjóri Eimskips en Hörður Sigurgesson sem gegnt hefur forstjórastöðunni í rúma 2 áratugi hættir í haust. Sigmar Guðmundsson. Forstjóraskipti í einu stærsta fyrirtæki landsins hljóta að vekja athygli í viðskiptalífinu, jafnvel þótt orðrómur hafi verið á kreiki allangt skeið að Hörður hygðist hætta. Hann hefur nú stýrt fyrirtækinu í 21 ár og þótt gera það afar vel. Hörður hefur allangt skeið verið stjórnarformaður Flugleiða ásamt því að gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir Eimskip og ekki verður nein breyting á því þótt hann standi upp úr forstjórastólnum. Ingimundur Sigurpálsson, bæjarstjóri í Garðabæ, er sá sem tekur við af Herði. Hann hefur verið bæjarstjóri í Garðabæ í meir en áratug og áður var hann bæjarstjóri á Akranesi í 5 ár. Hann er viðskiptafræðingur að mennt og hefur í Garðabænum átt gott samstarf við Benedikt Sveinsson, fyrrum bæjarfulltrúa og núverandi stjórnarformann Eimskips. Stjórn Eimskips kemur saman á 50-daginn og þar verður að öllu óbreyttu gengið frá ráðningu Ingimundar. Við fjöllum nánar forstjóraskiptin í fréttum okkar klukkan 7:30 og ræðum þá við Hörð Sigurgesson. Sprengja sprakk við Filippska sendiráðsbústaðinn í Jakarta, höfuðborg Indónesíu í morgun með þeim afleiðingum að einn maður lét lífið og fjölmargir særðust, þar á meðal sendiherra Filippseyja. Sprengingunni var komið fyrir í Mercedes-Benz bifreið sem lagt var fyrir utan sendiráðið og skemmdust hús og bílar mikið þegar hún sprakk. Forseti Indónesíu Abdurrahman Wahid sagði við fjölmiðla í dag að sprengjan tengdist að öllum líkindum átökum sem geisað hafa á Suður Filippseyjum. Uppreisnarmenn á Filippseyjum hafa lýst yfir heilögu stríði eftir að stjórnarherinn náði undir sig helsta vígi þeirra á Suður Filippseyjum fyrir skömmu. Stærsta kjötiðnaðarfyrirtæki landsins, Goði hf, var til í dag við sameiningu 5 fyrirtækja. Eftir sameininguna hefur Goði hf rúmlega 40% af markaðshlutdeild. Margrét Stefánsdóttir. Sameinuð fyrirtæki eru Borgarnes kjötvörur ehf, Kjötumboðið hf í Reykjavík, Sláturhús og Kjötvinnsla Kaupfélags Héraðsbúa á Egilsstöðum, Norðvesturbandalagið hf á Hvammstanga og Þríhyrningur hf. Markmið með sameiningunni er fyrst og fremst að mynda öfluga rekstrareiningu og bjóða bændum góð kjör í viðskiptum. Við teljum bara markaðinn krefjast þess að við þurfum að mæta mætunum með því að stækka einingarnar. Þetta eru 5 félög sem hafa verið í rekstri hér til margra ára og þekkja hlutin hvert og eitt, en við teljum nauðsynlegt að til þess að mæta þörfum markaðarins það er að sameinast og efla okkar krafta í einu nýju félagi undir merkjum Goða. Það sem hefur verið kannski togstreita hér innan þess eða í félagunum undanfarin ár, að það er annars vegar verið að reka sláturhús, svo hefur hins vegar verið að reka vinnslur. Núna í dag erum við búin að klippa á þessa millideildarsölu, þannig að Goði sér til með að hugsa hagsmuni allt frá framleiðanda fram til neytanda. Í ár er gert ráð fyrir að velta Goða hf verði 3,6 milljarðar króna, en yfir 4 milljarðar á næsta ári. Starfsmenn fyrirtækisins eru 260 talsins, þar af 200 á landsbyggðinni. Þrátt fyrir hagræðingu er ekki gert ráð fyrir uppsögnum starfsmanna. En við erum fyrst og fremst að skapa öflugt félag til framtíðar og við sjáum frekar fram á það að mannúður aukist heldur en í hinn áttina. Jean-Claude Gaissot, samgönguráðherra Frakklands, staðfesti í dag að Concorde-þotur franska flugfélagsins Air France yrðu áfram kyrrsettar. Rannsókn á flugslysinu í Frakklandi fyrir rúmri viku þar sem 114 létust þegar Concorde-þota féll til jarðar stendur enn yfir og sagði Gaissot að þoturnar yrðu kyrrsettar þangað til rannsóknin leiddi fleira í ljós. Rannsóknarmenn sögðu hins vegar að líklega myndi hún taka 1,5 ár. Breska flugfélagið British Airways hefur hins vegar ekki kyrrsett sínar Concorde-þotur. Bilun kom þó upp í einni þotun í dag og þurftu farþegarnir að fara með annarri Concorde-þotu.
Yasser Arafat leiðtogi Palestínu sagði í dag að friðarviðræðurnar í Camp David hefðu ekki verið árangurslausar og að unnið væri að því að hefja viðræður að nýju. Ekkert samkomulag náðist í Camp David, fyrst og fremst vegna ágreinings framtíð Jerúsalem. Arafat gaf í skyn að Rússar ættu að koma að viðræðunum og miðla málum ásamt Bandaríkjamönnum. Hann sagðist sömuleiðis ætla að standa við loforð sitt að stofna sjálfstætt ríki Palestínu 13. september næstkomandi, þrátt fyrir andmæli Bandaríkjanna. Og viðskipti á verðbréfaþingi í dag námu alls 735 milljónum króna, þar af með hlutabréf fyrir 232 milljónir. Mest viðskipti urðu með hlutabréf Eimskipafélags Íslands eða fyrir tæpar 93 milljónir. Lokaverð þeirra var 9,55 og lækkuðu þau 1%. Hlutabréf í Össuri hækkuðu 1% í dag og hlutabréf Marels 2,6%. Þá lækkuðu hlutabréf í Hans Petersen 2,4%, úrvalvísitalan lækkaði í dag 0,21% og er nú 1549 stig. Já, og í Íslandi í dag hér á eftir ný bandarísk könnun þar sem niðurstöðurnar sýna að hófleg neysla áfengis bætir minni fólks á efri árum. Og spurning dagsins, hversu margir bókstafir eru í íslenska stafrófinu? Það lyginni líkast hvað fólk getur lifað af. Fullur þáttur af ótrúlegustu og skelfilegustu myndum sem festar hafa verið á filmu. Háspenna lífshætta. Shocking moments caught on tape. Í kvöld að sjálfsögðu á Stöð 2. Búrfellsskinkan er ódýr og góð skinka sem er tilvalin ofan á brauðið, pítsuna eða í réttin. Búrfellsskinkan er nú fáanleg í endurlokalegum loftskiptum umbúðum sem tryggir ferskleika og þægindi. Nú er einnig hægt að fá reykta búrfellsskinku í nýju endurlokalegu umbúðum. Búrfell, betra verð. Nýjar myndir á næstu leigu. Final Destination. Það er ekki hægt að leika á dauðan. Ógnar spenna frá upphafi til enda í þrumugóðum thriller. You promise me that no one else is going to die. Final Destination. The Limey. Faðirinn er fyrrum refsifangi og hefnir miskunnarlaust fyrir dauða dóttur sinnar. Frumleg og spennandi mynd leikstjóran Steven Soderbergh. Satisfaction. The Limey. Myndbönd mánaðarins. Nýtt blað á næstu leigu. Shell Formúla eldsneyti á næstu Shell-stöð. Pottþétt Disco 2. Eruption. Diana Ross. Chick. Barry White. Shalamar. Donna Summer. Earth, Wind & Fire. Sister Sledge. Baccarat. Boney M. Kool and the Gang. Jacksons og fleiri er á Pottþétt Disco 2. Veðrið er í boði Tals. Gott kvöld öll sömul, það hefur verið hægur vindur á landinu í dag, eða var það hádegi, og það ennfremur hiti svona vel yfir meðalagi víðast hvar. En á morgun þá lítur spáin út svona í stuttu formi, það er að segja suðvestlæg átt, það verður svona 10 til 15 metrar á sekúndu, allara nyrst, mun hægari svona inn til landsins víðast hvar, alveg niður í 8 metrar á sekúndu eða þar bil, jafnvel 5 allra austast. Lítilsháttar rigning allra nyrst en skýjað vestan til og skýjað með köflum austan til, og þetta svona verður ekki alveg í þessu formunu áfram og við förum yfir það ásamt svona fregnum af verslunarmannahelgar veðrinu eftir fréttirnar og eftir. Veðrið var í boði Tals. Sælverið, þetta er Ísland í dag og við skulum vinda okkur strax í spurningu dagsins. En Helin, hún vildi fá að vita hér áðan hversu margir stafir eru í íslenska stafrófinu, og þeir eru jú 33. Gera aðrir betur. En það er alltaf ákveðin spenningur sem fylgir því þegar álagningarseðlarnir koma inn
póstlúgu landsmanna. Á skattstofunni í Reykjavík var þegar kominn dágóður hópur fólks í morgun sem beið útskýringa skattayfirvalda með þolinmæði en mismikilli þó. Það var samankominn mikill mannfagnaður á 4. hæðinni á skattstofunni í morgun og það voru ekki bara heimdellingar sem voru þangað komnir að forvitnast í skattskrár samborgaranna. Mestanpartinu voru þetta mörlandar sem voru ýmist svekktir eða hissa á innihaldi umslagsins sem kom í gær. Já, ég þarf bara að fá leiðréttingu. Þú ert alveg sem fáir hana? Já, það segir endurskoðandi. Má ég spyrja hvað þeir ætlaðu að rukka of mikið? 800.000. Bara sér svona? Já. Er biðin búin að vera löng? Hún er búin að vera mjög löng, já. 3 tíma bið. Þetta er hræðileg meðferð á borgaranum. Er þið farið að renna í skap? Nei, það er liðið hjá. Þú ert komin yfir það? Ég er komin yfir það, já. Það er allir held ég sem eru hérna sem eru búnir að fara yfir það þrepp. Þeir sem verða mjög reiðir, þeir fara fljótt. Lendið þið því að fólk hellir sér yfir ykkur? Já, kemur fyrir að fólk er bara ósátt og maður er náttúrulega fyrsti sem það kemur að og lætur vita af því hvað það er ósáttum máli, sko. Ef alla finnst þér að sanngjarnt þegar það gerist? Æ, maður skilur það nú svo sem máli, maður verður náttúrulega skilur það, þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. Gestur, þetta er álagsdagur hjá ykkur, það er ekki hægt að segja annað. Já, hann er það óneitanlega. Það er alltaf, þegar skráin er lögð fram þá er alltaf mikið að vera hjá okkur. Margir sem að koma og vilja kynna sér sín málefni. Eru margir reiðir? Nei, það er yfirleitt ekki. Það kemur náttúrulega fyrir að mönnum rennur í skap aðeins en það er mjög sjaldgæft og menn áttar sig yfirleitt á því hvað er að vera. Maður er búinn að áætla hvað maður á að fá tilbaka. Þá fá maður bara eitthvað áætlun. Ég er með fattabarn heima og ég næði ekki að fara út að vinna einu sinni. Þau eru búin að áætla 2 milljónir í tekjur á mig. Þú ætlar að sækja réttinn? Já, ég meina með reikninga og ég meina þeir bíða ekkert. Ég fyrir náttúrulega bara dráttagast á það sem að þeir eru að láta mig bíða eftir og ég ætla að vonast til þess að það verði leiðrétt sem fyrst. Svo ég geti gert eitthvað, ætlum við fyrir sumarfrí á morgun, bara ekki langt en við fyrir nú ekki mjög langt. Ætlum bara að fara í tjaldhótelið, bara að gleyma því. Svo sem sagt, ég fæ engar vaxtabætur, hvorki fyrra og ekki núna. Áttu ekki bara of mikið af peningum? Á já, mikið af peningum. Já, það getur vel verið. Bráðir þú opnaðir umslagið hvítað í gær? Já, mér brá verulega. Kaldur sviti? Já, kaldur sviti, hjartsláttur, handvök og nótt. Það er slæmt. Segðu mig nú á að setja forseta Íslands inn í embætti eftir í dag. Hann er nýbúinn að fá eins konar kauphækkun svo hann geti borgað skatta. Já, það er nú all, þjóðin er nú alveg kæft stopp yfir því, sko. Og ég veit ekki hvað hann á að gera við rúmar, hvað? Er þetta ekki 1250.000? Já, og vera að ganga í hjónaband með þessar einni ríkustu konu heims. Ég er mjög ánægður fyrir hans hönd og bíð bara eftir að koma með mér. Já, einn sjúss á dag kemur minni í lag og þetta er niðurstaða bandarískar rannsóknar á áhrifum áfengis á minnimanna. Þeir sem drekka í hófi voru með betra minni en þeir sem höfðu aldrei neytt áfengis. Hulda Gunnarsdóttir skoðaði málið í dag. Sagt er frá rannsókninni í norska dagblaðinu Aftenposten í dag. Rannsókn bandarísku vísindamannanna stóð yfir í 18 ár og tóku 3500 karlmenn þátt í henni sem allir voru eldri en 50. Könnuð var áfengisneysla viðkomandi og hvaða áhrif hún hefði á minni þeirra. Í niðurstöðum kom fram að minni þeirra sem fengu sér 1 sjúss á dag væri mun betra en þeirra sem snert ekki áfengi eða neitt og mikils af því. Sem sagt, 1 sjúss á dag alla ævi kemur minnin í lag eða hvað? Jú, rannsóknir hafa þar að sýnt það að þeir sem hófdrykkjumenn eru í minni áhættu að fá kransæðasjúkdóma heldur en þeir sem ofneyta áfengi og jafnvel þeir sem eru bindindismenn áfengi. Svo að þetta kemur kannski ekki voðalega óvart ef æðakölkun er orsök íheilabilun eins og við vitum að er að hluta. Þá er þetta alveg möguleiki.
en það er kannski alltaf snemmt að draga heildar niðurstöður af þessari einu rannsókn. En það er náttúrulega erfitt að gefa ráðleggingar þó að eitt efni sýni að það sé gott fyrir einn hátt, að þá vitum við að áfengi er svo slæmt fyrir gagnvart öðru, bæði alkohólisma og félagslega vandamál, og þegar koma fleiri rannsóknir þá veit maður svona frekar í hvað fótum er á að stíga. Svoleiðis að ein rannsókn út af fyrir sig segir ekki mikið þó hún sé stór. Já, en hvað finnst almenningi þessar niðurstöður? En það er bara einn sjús og dag kallar á annan. Já, getur haft alvarlegar afleiðingar för með sig, getur orðið meira? Það er alveg sama hvað það er. Og sé eiturlyf eða hvað það tekur nú lítið, þá gerir það enga skaða. Já, 1 stöð á dag. Ég held að það sé. Fyrir eldra fólk. Ég hef bara ekki nokkur að trúa því. Er það ekki? Nei. Eftir ég byrjaði að smakka og vera heldur versnað. Ég hef enga trú á neina áfengi og aldrei bragðað áfengi. Já, þú heldur þetta sé bara vitleysa? Já, það held ég. Ef ég tekið eftir því ef ég fæ mér sjús, mann ég frekar eftir því sem að ég vil búin að gleyma. Þannig að þetta er heilsubót fyrir þig allavega? Já, það hefur ekki skadað mig neitt. En ég hef ekki hengið mig á hverjum degi, sko. Það er eins með mat, ef maður étur alltaf mikið og verður maður alltaf feitur og getur ekki hreyft sig. Við Íslendingar kunnum það ekki. Við erum meiri í helgardjamminu heldur en aðra þjóðir, held ég. Heldur þetta yfir aukastyðjast? Ég er 81 árs og ég hef orðið svona gammal á þess að gera þetta. Já, á þess að bragða vín? Já, ég segi það nú ekki á laugardagskvöldum. En vínið er gott að því leyti, það getur gert maður glaðan í byrju, svo verður maður að taka út með timburmönnum daginn eftir. Ungur maður sem heitir Sverrir en er kallaður Sveppi. Hann lauk göngu sinni í kringum landið hádegisbil í dag. Hann hefur gengið á vegum útvarpsstöðvarinnar Mónó og vonandi Guðs. Hann var hinn brattast í morgun þegar ég hitt hann við Árbæinn, þrátt fyrir að hafa þrammað tæplega 1400 kílómetra. Sveppi hefur labbað þennan hring í kringum landið í þágu góðs málefnis og hann segir að það hafi hjálpað til þegar malbyggið virtist algjörlega endalaust. Krónurnar sem hafa safnast á þessum 2 mánuðum renna óskiptar til þess að aðstoða langveik börn og koma þar að góðum nótum. Sveppi segir dvölina á vegum landsins hafi verið skemmtilega, en... Sveppi, þetta nú alla verið skemmtilegt allan tíman? Ekki allan tíman, það hafa náttúrulega komið erfiðir tímar inn á milli, sko. Og hvaða aðferðum beittur þú þegar að mótlætið var sem mest? Þá náttúrulega þurfti maður bara að bíta á jaxlinn, sko. Svo er ég náttúrulega með félaga minn með mér sem að stuttu vel við baki á mér. Þú varst að segja mér áðan að afiðin hefur hringt í þig og sagt þér hvað þetta verið margir kílómetrar, já, upp á metri næstu því sem að þú væri búin að labba. Já, hann hringdi í mig og sagði mér að ég var búin að heyra margar tölur og sumar hverjar ansi háar, þannig að maður fekk stundum í magann, sko. Já, en þetta er, já... Sjáðu þú að koma? Þetta er Reykjavíkinn, sko. Þetta er nú ekki leiðilegt skilti. Já. En þetta eru sem sagt, já, má ég segja það, nákvæmlega núna er ég búin að labba 1336 kílómetra. Segir afi? Það segir afi gamli. Og hann lýgur aldrei. Hvað ertu búin að fara með mörg pör á sokkum á þessu? Það er, já, ég er nú... Ertu með rúin í bílnum? Já, þetta er alltaf farið í þvott hjá mömmu gamli, sko. Jú, þetta er orðið örugglega svona 30 pör á sokkum og... En ég er nú bara búin að vera í 3 pörum og skóm. Hvað labbaðirðu lengst? Ég labbaði lengst 42 kílómetra. Mér langaði að prófa það. Hvaða leið var það? Þá var ég að labba hérna frá Egilsstöðum og inn á Höfn í Hornafirði. Þar eru sem sagt 250 kílómetrar held ég. Og ég hafði bara 1 viku til að labba þar á milli. Og hérna, þá voru þetta allt upp í 30 kílómetrar á dag. Og einn daginn ákvað ég að prófa að labba maraþon. Menn er að hlaupa þetta á 2 klukkutímum og eitthvað. Ég var í einhverja 8 tíma aðeins öllu saman. En það gréti mér í svefn þá nóttina. Það var frekar erfitt. Hvað ætlar að gera á morgun? Á morgun? Þá er bara hérna annað ferðalag að taka við. Sem að... Gönguferðalag? Nei, það er ekki gönguferðalag. Það er hérna... Já, ég fer örugglega í bíó á morgun. Ég get eiginlega alveg lofaði því. En hérna, svo er ég að fara náttúrulega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum á 5. morgni. Það er 4 daga ferðalag. Sem að sumir myndi segja að var jafnvel erfiðari en þessi hringur sem ég er búinn að ganga. En það kemur í ljós. Góða skemmtun í Eyjum. Takk fyrir það.
Sveppi og það er ekki of seint að styrkja þetta góða framtak þeirra Sveppa og Mónamanna með því að smella inn á di.is og hjálpa langveikum börnum. En Snorri, þessir röndóttur, svört og hvítu, þeir eru eitthvað að svekkja sá leik sem var leikinn fyrir rúmum viku, sunnudaginn. Það er ekki hljót að vera, menn voru að komast að því að Keflvíkingar voru með mann sem var ekki komið leikheimild, hann fékk hann ekki fyrir 4 dögum eftir þennan leik. Ég held að það séu mannleg mistök bara, menn gera þetta ekki viljandi, ef alla. En kærufresturinn rann út í gær, þannig að úrslitin standa. Svona er þetta, harður heimur. Já, stundum er fella með tár í Vesturbænum. Við höldum okkur við fótboltann því einn leikur var á dagskrá Landsímadeildar karla í knattspyrnu í gærkvöld en þá tóku háfleygir Fylkismenn á móti Stjörnunni. Árbæjarliðið sýndi þá á samað í þessum leik að staða þeirra á toppi deildarinnar er engin tilviljun. Liðin sem mættust á Fylkisvellinum í gærkvöldi komu saman upp úr fyrstu deildin á síðustu leiktíð og það mátti glögglega sjá hvort þeirra var í topparáttunni og hvort við botninn. Heimamenn komust yfir strax á 7. mínútu þegar Kristinn Tómasson skoraði stórglæsilegt mark úr fyrstu almennilegu sókn Fylkismanna og hér var tónninn heldur betur gefinn. Frábært mark hjá Kristni og heimamenn bættu við öðru marki á 13. mínútu. Sævar Þór Gíslason fékk frábæra sendingu frá Sverri Sverrissyni og renndi boltanum í netið 2-0 og þannig stóðu leikar í leikhléi. Stjarnan kom meir inn í leikinn í síðari hálfleik en átti fá hættuleg færi og þetta glæsilega mark skoraði Gylfi Einarsson á 79. mínútu. Hér eru rétt 11 mínútur til leiksloka en mörkin urðu talsvert fleiri. Rúnar Páll Sigmundsson minnkaði muninn fyrir Stjörnuna með marki beint úr aukaspyrnu 9 mínútum fyrir leikslok og þá tók Sævar Þór Gíslason til sinna ráða. Hér fær hann sendingu frá Gylfa og skorar annað mark sitt og 4. mark Fylkismanna. Staðan orðin 4-1 og Sævar Þór fullkomnaði svo þrennuna og toppaði ágætan leik sinn í gærkvöldi með marki úr vítaspyrnu á 90. mínútu. Brotið hér á Kristni Tómasinni og Sævar Þór skoraði úr vítaspyrnuna af öryggi. 5-1 sigur hjá Fylkismönnum sem hafa 4 stiga forskot á toppnum en Stjarnan er í öðru að fallsætum deildarinnar ásamt Leftri með 7 stig. Þetta var góður leikur hjá Fylkismönnum en fáir leikur betur en Gylfi Einarsson sem var að skrifa undir nýjan 3 ára samning við Árbæjarliðið og hafnaði tilboði að utan. Það kom tilboð frá liðin en ég ákvað það var svona smá leiðindi af því að þeir fóru á baku félagið sko og þannig að það hefði ekki komið neitt greiðsla til Fylkis. Ég var ekki alveg sátt við það að skilja við Fylkismenn svona eins og þetta er æsku klúbburinn minn. Þannig að ég ákvað bara að gera það svona. Mér finnst bara leiðilegt hvernig þetta er orðið að Norðmenn er að hirða fullt af okkar leikmönnum bara fyrir ekki neitt og selja það svo til Englands eða eitthvað sko. Þetta er bara, ég held að þetta sé bara framtíðin, menn eins og samningur við Marel. Þetta er bara sem komið skal. Og þetta finnst manni ástæða í lagi en KR-ingar taka á móti Brøndby frá Danmörku í síðari leik liðanna í undankeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu á Laugardalsvelli annað kvöld. Danskir unnu fyrir leikinn 3-1 og því ljóst að KR-inga býður verðugt verkefni í Laugardalnum.